Ímyndaðu þér mannshönd, fullkomna og viðkvæma, halda á pulsandi kjarna dvergstjörnu, þar sem hinn ómögulegi hiti brennir ekki holdið, heldur breytir því í gler og rafrásir. Hvað væri þú til í að tengja við þitt eigi taugakerfi til að öðlast kraft sólarinnar? Í Nova skrifar Samuel Delany ekki bara vísindaskálskap, hann lýsir líffærafræði framtíðar fiknar okkar við vélar. Við erum á tunglinu Tríton í umhverfi mettuða af þreytu geimhafna þar sem ungi Más, götulistamaður, fylgist við raunverulega verði framgrafa. Hann finnur Dan, fyrrum síborg sem skinnfæri eyðilögðust af óbærilegum ljóma sprengistjörnu. Hér stendur Delany okkur frammi við umbreytinguna. Maðurinn stjórnar ekki vélina, hann verður framlenging á henni. Eins og höfundarinn bendir á, verk manns er það sem hann er. Ef hann gerir ekkert, þá er hann ekkert. Tækniþráhyggjan í Nova er líkamleg. Þetta snýst ekki að ýta á hnappa, heldur að finna straum rafinda, renna í gegnum mænuna. Skipstjórnin Lork von Rey leitar að Illyrion, eldstifninu sem hreyfir vetrabráðir, en kostnaðurinn við þessa leið er mannlegt eðli, sjálft. Í einum áhrifamestu hluta verksins áttum við okkur á því að mörkin milli lífræns og gerviefnis eru horfin. Maður með tengi í úlnliðum og hálsi er ekki lengur bara maður, hann er miðtaugakerfi iðnaðarveldis. Frásagnin flétar okkur inn í andrúmslofi mikillar vitskundnaðar fáðunar. Það sem geimurinn er ekki tóm, heldur skinnari en vígvellur. Harmleiki Dans sem varð vitni að kruni sólar og misti hæfileikan að sjá þenn venjulega haum, þjarnar sem fagfræðileg viðvörun okkar eigin langanir eftir yfirskiltvitni. Delany sjá fyrir sig cyberpunk með því að sameina ljóðmál geimkönnunar og grímulega eyðingu holds. Nova er spegill sem endurspeglar stanslausar leit okkar að valdi, jafnvel þó að gjaldið sé okkar eigin sýn. Þetta er bara byrjunin. Það er miklu meira af djúpum umsögnum sem bíða þér á kastbóks rásinni. Gerast aðstónni og komdu að lesa heiminn með okkur.